Í göngugötunni á Akureyri kominn nýr veitingastaður sem ber heitið Centrum. Við setjumst niður með Fjólu Hermannsdóttur Tarnó, eiganda, og Aðalsteini Arnari Jóhannessyni, veitingastjóra, og fáum að heyra hvernig staðurinn varð til. Við opnum í lok júli, eða síðustu vikun í júli, og náum hana svona lokunum á svona ferðamanna tímabilinu, og svo leið og skólar byrja þá Akureyringarnir mjög duglegir að koma til okkar og við erum strax komið með bara góðan fastakúnnahóp og mikið af bæði vinahópum, vinnuhópum sem koma sérstaklega í happy hour. Það er mjög vinsælt hjá okkur og Akureyringarnir taka okkur mjög vel og við erum bara virkilega ánægð með það. Staðurinn var þó nokkurn tíma í undirbúningi þar sem Fjóla og maðurinn hennar voru að móta hugmyndina sem þau vildu byggja staðinn á. Við fórum að skoða bara staði í Reykjavík, búin að fara á ýmsa staði 1 ár áður en við í rauninni byrjum hér til að taka út staði, hvað viljum við, konsept og annað, og tala við fullt af fólki. Og svo þegar við byrjum þá náttúrulega bara koma þetta bara smátt og smátt. En hvert var uppleggið með að opna nýjan stað í miðbæ Akureyrar þar sem nú þegar eru margir staðir og mikil samkeppni viðskiptavini? Vera öðruvísi, ekki kannski opna það sama og allir aðrir eru með í gangi. Komið nýja nálgun, keyra mikið út á afslappaða góða stemmingu, ná barstemmingu á fyrirpart kvölds og vera með gott úrval á kokteilum, mjög gott úrval á léttvinum, bæði í glösum og flöskum á bara fínu verði og svona léttari öðruvísi matheldur en kannski alls staðar annars staðar. Fjóla segir að markmiðið hafi verið að skapa stað þar sem fólk geti komið inn til að slappa af og borða í leiðinni, en ekki bara til þess að borða og fara síðan að máltíð lokinni. En hvernig skildi matseðilin vera? Hráefnið náttúrulega íslenskt og reynum að nota eins mikið og við getum úr nágrenni og Eyjafirðinum. Matarstíllinn svona blanda af svona þessum gastropub feeling, brassir í svona léttari réttir upp í bara stórsteikur. Þannig að þetta svona bræðingur af Evrópu, Íslandi, Latín, Ameríku áhrifum. Fjóla og maðurinn hennar reka einnig gistiheimilið Centrum sem fyrir ofan veitingastaðinn, en hafa ekki áður rekið veitingastað. Nei, aldrei, og mér datti aldrei hug ég ætti eftir að gera þetta. En nú erum við hér. Auðvitað þetta erfitt en skemmtilegt. Oft hef ég hugsað, get ég spóla tilbaka, bara íta og spóla tilbaka og hætta við. En oftast þetta mjög gaman. Auðvitað koma alltaf einhverjir hindranir, en maður kemst yfir þær. Auðvitað í byrjun þá út að opna nýjan staða, þá alltaf með, þetta nýtt fyrir öllum, þó menn hafi unnið í bransanum í 10 ára, þá var alltaf nýr staður, ný ögrun. Þannig að það tók okkur kannski 2 vikur að fínpússa allt saman, en eftir það þetta allt í mjög góðri línu, matur, vín, kokteilar og heildarkonseptið skapar mjög skemmtilega stemmingu og fullt hús, iðandi lífi og þá þetta svona eins og sést pínulítið í útlöndum.